Ég er fædd og uppalin á Sauðárkróki og fer þaðan 18 ára til Bandaríkjanna og þegar ég kem þaðan þá klára ég stúdentsprófið og eftir það fer ég til Þýskalands þar sem ég læri næringafræði og kem til Íslands þar sem ég skrá mig í doktorsnámi í Háskóla Íslands og fer nú í millitíðinni til Skotlands þar sem ég er nú í verklegu námi í doktorsnáminu mínu og þegar ég kem þaðan 2006, 16 árum eftir að ég flyt frá Sauðárkróki að þá liggur leiðin einhverju hluta vegna norður. Maðurinn minn hafði fengið vinnu fyrir norðan. Þar klára ég doktorsnámið svona í fjarnámi. Eftir það býst mér vinna hjá Matís og síðan 2013 og þá fæ ég þetta æðislega tækifæri að taka við Ice Protein og er þar enn og ætla að vera þar vonandi næstu árin. Hugmyndin að próteinframleiðslunni hefst í rauninni bara með tilkomu kvótakerfisins þegar menn fara að hugsa að nýta aflann eins vel og hægt er. Ice Protein er stofnað árið 2005 í kringum rannsóknir á fiskpróteinum. Það er sett í gang framleiðsla á Sauðárkróki á svokölluðu blautpróteini. Það var endurnýting á þá fiskpróteininu. Próteininu var sprautað aftur inn í flökin og þessi framleiðsla hún er í gangi ykkur 2-3 ár. Og síðan einhverju hluta vegna þá bara dregur úr þessari framleiðslu og á lokum þá bara er í rauninni engin starfsemi í Ice Protein. Árið 2012 að þá er Fisk Seafood að fara í gegnum mjög mikla stefnumótunarvinnu þannig að Fisk Seafood ákveður að kaupa Ice Protein 100% og ég kem síðan til fyrirtækisins í mars 2013 og tek við Ice Protein. Mig langaði til þess að breyta Ice Protein úr því að vera framleiðslufyrirtæki sem framleiddi þetta blautprótein í að verða rannsókna- og þróunarfyrirtæki sem hefði það að markmiði að styðja við aukna nýtingu á hráefni almennt og einnig að styðja við þá bara gæði afurða í matvælaframleiðslu og einnig að auka vöruþróun. Ég vildi að við myndum setja fókusinn á próteinduft í staðinn fyrir þetta blautprótein. Þannig að við gætum þá nota það sem undirstöðu efni í fæðubótarefni og myndum þá auka bara neyslu á fiskpróteini almennt. Okkur tókst þetta á 2 árum og í kjölfarið stofnuðum við Protís sem yrði þá framleiðslu- og sölufyrirtæki á þessu fiskpróteini. Varan sem Protís er að framleiða heitir aminofiskprótein. Og þetta er fæðubótarlína, það sem á uppistöðuefnið er þurrkað, vatnsrofið þorskprótín úr afskurði og við erum með 3 vörutegundir. Ein afurðin heitir aminofiskprótein létt, svo erum við með aðra sem heitir aminofiskprótein liðir og svo er 3. vörutegundin, hún er inniheldur bara þorskprótín. Aminofiskprótein, að það í rauninni yfirskriftin er að það bætir lífsgæði fólks því það eykur hreyfanleika fólks því þetta eru vörur sem eru ætlaðar til að hjálpa til við þyngdarstjórnun. Þær bæta liðaheilsu og síðan bæta þær bara almennt orku líkamanns, bætir lífsgæði að þetta eykur hreyfanleika fólks. Það sem hefur mótað mig sem stjórnanda eru fyrst og fremst þau verkefni sem að mér hefur verið treyst fyrir og það er náttúrulega stærsta verkefnið Ice Protein að taka við því og í rauninni að breyta starfseminni og byggja það upp sem rannsókna- og þróunarfyrirtæki. Mitt samstarfsfólk hefur bara trú á mér og hefur leyft mínum styrkleikum að skína. Það kemur alltaf ein kona upp í huga minn þegar ég spurði að því hvort ég eigi mér einhverja hugmyndir og hún heitir Ágústa Guðmundsdóttir og var prófessor við Háskóla Íslands. Og þessi kona, hún kendi mér bara svo margt annað heldur bara vísindaleg vinnubrögð og ég hugsa svo oft til hennar við alla ákvörðunartöku og stundum hringi ég í hana til þess að fá góð ráð hjá henni. Þannig að hún kemst næst því að vera mín fyrirmynd. Fyrir mig er mjög mikilvægt að hljóta hvatningaviðurkenningu FKA því að þetta segir mér að ég sé að gera eitthvað rétt og þetta hvetur mig áfram að vinna þeirri vinnu sem ég er að vinna að í dag. Mín ráð til kvenna í atvinnulífinu eru að vera bara þær sjálfar og ekki að fara í hlutverk karla, finnast þær þurfa að gera það því að við þurfum kvenlæg og karllæg sjónarmið til þess að ná árangri.